Ég meina, nú ert þú búin að vera að hóta blaðamönnum hægri vinstri. Það maður lest það í skandinavískum fjölmiðlum. Máttugur, Það gengur eitthvað mjög illa að finna þér hótanir. Ég var einmitt hjá Evi í morgun og hún fari yfir þetta mál. Segðu okkur aðeins frá því. Ég meina, það blaðamaður núna sem að skrifa í Berlingske umfjöllun RÚV þá frétt snýrist aðalega það að 2 Pálar hefðu haft í hótunum með hennan blaðamann og það nú, ég horfði ég á Silfrið mánudagskvöldi eftir það og þar var blaðamaður sem lýsti hversu alvarlegt þetta væri fyrir íslenska blaðamannastétt að það væru bara 2 Pálar að hóta hægri vinstri og þannig að segja okkur af hverju varst að hóta þessum blaðamanni á Berlingske? Þetta er pínu fyndið. Palli lætur vita, hann sendt honum e-mail og ég ætla að prófa að gera það líka og sendi honum En þá höfðu þið að fyrrabræði já og eina sem að við vorum að bara reyna að segja hafðu gögn fyrir öllu sem hún segir af því að það er ekkert leyndar með okkur grunaði strax við hvað blaðamaður verður að tala nema við förum bara þarna og ég bara sendi honum fullt af gögnum og ég segi bara við hann ef það er eitthvað þá bara ekkert vandamál út þær gögn en ég segi hafðu gögn fyrir öllu því sem þú segir ekki láta segja hlutina og svo kemur fréttin auðvitað þarna á RÚV og ég bara guð minn góður að ég hafi hótað Helga Seljan 3 sinnum ég sendi bara klukktíma seinna er ég búin að senda e-mail á bæði blaðamanninn og Heiðar Örn og það líða 8 dagar Heiðar Örn er fréttastjóri á RÚV og það líða 8 dagar til hann svara mér og ég held og ég tekka fram, þetta er bara mitt álit ég held að Heiðar Örn hafi bara ákveðið að vera heiðalegur í sínu svari Hann svaraði hverju nákvæmlega? Hann svaraði því að þeir hefðu fengið greinin að senda frá Berlingske áður en Berlingske birtana þannig að þeir í rauninni birta rauninni fréttina með því að ég hefði hótað Helga Seljan 3 sinnum Berlingske breytti fréttinni að ég hefði hótað Helga Seljan öðrum blaðamönnum og breytti eins og yfir í því að ég hefði óbeint hótað Helga Seljan og blaðamönnum RÚV breyti fréttinni 2 sem ég sá nú ekki hver á fyrri breytingin en seinni breytingin er svo að ótannir séu óbeinar En það var þetta ósamræmi sem að sagði að það hefði verið eitthvað samráð þarna á milli Málið er það var ekki bara það voru líka í samskiptum mínum við þennan danska blaðamann og leið og ég sá þarna eitt e-mail og sendi honum bara tilbaka og ég sé að þú ert í sambandi við Helga Seljan ég þekki fingrarinn hans Helga alveg ótrúlega vel Hvernig getur sagt það á okkur svona samskiptum og hann viðurkennir það svo hann bara viðurkennir það danski blaðamaður ég spyr, ég bara segja við hann ég sé að þú ert í sambandi við Helga Seljan Þú ert að segja, fyrir þá sem skil ekki alveg þú ert að vara með því að eins og Lasse Skutt, þessi blaðamaður sem áður hefur fjallað íslenskan sjávarútveg undir áhrifum frá þessum sama hóp að hann var gerður hornreka eða þurfti að draga tilbaka umfjöllin sínar af því að þær byggðu á lélugum heimildum eða hvað það endaði með því að hinn virti miðill Aftenposten baðst nú bara afsökunar á vinnubröðum rjóma íslenskra blaðamannastéttar vinnubröðum Lasse Skutt sem hafði stuðst við rjóma íslenskra blaðamannastéttar og hvernig fór fyrir Lasse Skutt árið seinna það er búið að hreinsa út greinar eftir hann það er búið að taka bækur úr sölu eftir hann og skum hafa alveg að reyna alveg saman hvað stendur þarna í þessari grein hjá Berlingske eða eru heimildamenn sem koma ekki hvernig er það orðið, þeir koma ekki fram undir nafni öryggisins og starfsins vegna það er bara hreinlega þessi sjáum ekki þetta voru allt sömu mennirnir voru í samstarfi Lasse Skutt Ertu samt að segja að þið Pálarnir í samskiptum við Emil þá hafið þið verið að benda honum á að ef hann gætti sín ekki á að nýta góðar heimildir og þá geti farið fyrir honum eins og Lasse Skutt þar að segja ekki að þið myndu koma honum fyrir kattan ef það fara með hús heldur að fjölmiðla að ferill hans sem í blaðamennsku geti farið illa ef það væri að stýðast bara þú veist að þetta er ungu drengur og við vildum bara að hann gerði hlutina vel ég tek það fram, ég er ekki að segja ég sagði við hann, ég er ekki að segja hvað að gera hvernig þú átt að gera hlutina, ég er bara að segja þér hafðu góðar heimildi fyrir því sem þú ert að gera það er bara faglegt